Og við ætlum að fara í bara stutta hugleiðslubæn og í þessari hugleiðslubæn langar mig til þess að setja fókusin okkar á Jesús og bara fylla hugan okkar og hjartað af honum. Og leið langar mig til þess að við bara í smá bæn tökum við verkinu sem að Jesús vann þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Það var svo ótrúlega margt og þetta var svo rosalega stórt og mikið kraftaverk og það var svo margt sem hann gerði sem að var ekki bara fyrirgefningu syndana og að rjúfa hann aðskilnað okkar við Guð. Það var svo margt annað eins og Ingi kom inn á að hann læknaði sjúkdómana, tók á sig alla þjáningu, allan sársauka, allan miska, allan niðurlægingu, öll særindi og allt þetta. Þannig að við ætlum bara að taka við þessu verki sem hann vann í trú og setja þetta verkin í hjarta okkar og bara fylla hjarta okkar af þessu verki. Því þetta það sem að ekki bara bjarga sálin okkar, heldur gerir okkur líka kleift að eiga heilbrigt og gott líf hér á jörðinni í fyllstu gnægð. Það það sem Jesús gaf líf sitt líka til þess að geta gefið okkur. Amen. Amen. Það ætla ég að bjóða þér að koma þér bara þægilega fyrir. Og ég bara legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn, og ég bið að leiða þetta. Og ég bið heilagur andi að leyfa okkur finna sterkt fyrir nærveru þinni og krafti þínum hér í kvöld. Og ég legg hvert og eitt okkar í þínar hendur, Jesús. Og eins og alltaf þegar það með hugleiðslubæn, þú getur gert þessa bæn að þinni bæn með að endurtaka hann í hjartanu þínu ef þú vilt. Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir þetta verk sem að þú vanstur og gafst líf þitt á krossinum. Í Jesú nafni vel ég að taka við þessari gjöf sem þú ert, sem hjálpræðið þitt er. Ég vil að trúa á þig, Jesús, og ég set þessa gjöf hjálpræðis þíns inn í hjarta mitt núna. Í Jesú nafni vel ég að taka við því verki sem þú vannst á krossinum í trú og ég seti þetta inn í hjarta mitt núna, Jesús. Ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús, og ég hleypi þér inn í öll hólf hjarta míns og ég vil að gera þig að konungi mínum, að leiðtoga mínum, að föður mínum og að Guði mínum. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur þegar fyrirgefið syndir mínar og að því að þitt blóð rann, Jesús, að þá er ég hrein, heilbrigð og algjörlega frjáls. Og ég vil að afhenda alla byrði og allan sársauka og alla þjáningu og allt myrkur til þín núna, Jesús. Og ég vil að hleypa þér inn í öll svið lífs míns. Fyrir þínar benjar, Jesús,
Er ég heil? Er ég heill? Og ég biði núna heilagur andi að fylla okkur, fylla syni þína og dætur hérna sem að hlusta, sem að horfa, fylla hjart okkar, fylla hug okkar, stilla fókusin á þig, Jesús. Og ég bara biði heilagur andi að þegar við vöknum að þá ert þú það fyrsta sem við hugsum. Þegar við förum að sofa þá ert þú það síðasta sem við hugsum Að allan daginn, alla daga er hugur okkar fókuseraður á þig, fylltur af þér. Og það er þinn friður, það er þín lækning, það er þín gleði. Það er þinn kærleikur, Jesús, og þinn fögnuður og það er þitt frelsi sem að ríkir í hug okkar og hjart okkar og líf okkar. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú kemur eins og lifandi vatn og þú flæðir í gegnum okkur. Þú flæðir inn í hjart okkar og allt sem er ekki frá þér komið, það skolast burt fyrir fullt og allt og getur aldrei komið tilbaka. Og ég bið að setja sterka bænin í hjart okkar og sterkt bænalíf, að við megum lifa í bæn til þín. Mér langar til þess að biðja heilagan anda núna að biðja fyrir þeim sem að hlusta og horfa. Biðjum að koma heilagur andi. Við viljum fá meira af þér. Við hrópum til þín. Við viljum þekkja þig betur, við viljum kynnast þér betur, við viljum sjá þig betur. Við viljum fá miklu, miklu meira af þér, heilagur andi. Og ég þakka þér fyrir brauðsbrotninguna og ég þakka þér fyrir það kraftaverk sem þú ert að vinna hérna í lífi, í hjarta og í líkama hvers og eins sem er að hlusta núna. Í Jesú nafni þá tala ég lækningu heilags anda yfir þá sem eru hérna. Ég tala líf og ég tala ljós og ég tala gleði og ég tala fögnuð og ég tala líf í fyllstu gnægð sem er gjöfin sem að Jesús Kristur hefur gefið þér. Og það er ekkert og enginn sem getur tekið þetta frá þér í Jesú nafni. Fylltu hjört okkar að þínu ljósi núna. Fylltu hjört okkar að þér heilagur andi, að við megum fókus á þig dag og nótt, að við megum dreyma þig. Við byggjum að koma til okkar í sýnum, í vitrunum, í draumum, talaðu til okkar svo við megum heyra frá þér, heyra í þér og heyra skýrar. Opnaðu eyrun okkar og opnaðu augun okkar og opnaðu hjarta okkar fyrir þér. Það ert þú, Jesús, sem að ríkir í okkar hjarta, í okkar lífi og engin annar og ekkert annað. Og í Jesú nafni þá hasta ég á öll skurðgoð og alla hjákuði sem hafa reynt að setja skugga inn í hjarta þitt og ég rek það út með því valdi sem Jesús Kristur hefur veitt mér og ég lýsi því yfir að í þínu hjarta þá er Jesús efstur. Að í þínu hjarta þá er Jesús fremstur, að í þínu hjarta að þá ríkir hinn eini sanni konungur konungana, Guð almáttugur, Faðir þinn elskandi, frelsandi, fyrirgefandi Faðir. Og ég tala fyrirgefningu Jesú Kristin í hjarta núna, það er allt fyrirgefið.
Það gamla liðið, það farið og ég hasta á alla skömm og alla sektarkennd sem hefur reynt að koma gegn þér. Og í staðinn kemur fyrirgefning Guðs. Og það kemur friður og það kemur lausn og það kemur hvíld. Og það kemur friður í Jesú Krist sem æðri öllum öðrum friði. Að þú hvílir í fangi föður þíns, algjörlega áhyggjulaus, friðsæl, friðsæl. Í fullkomnu trúartrausti að sál þín hólpin. Í algjöru trúartrausti að dauðinn getur ekki snert þig. Í algjöru fullvissu og sannfæringu það stórkostlega, fallega líf sem bíður þín í eilíðinni eftir að tíma þínum hér á jörðinni lokið. Líf í himnaríki Guðs, það sem eilífur friður, það sem ekkert myrkur, það sem þú ferð að eiga stórkostlegt líf með Jesú Kristi. Amen. Og við skulum sitja bara núna í nærveru heilags anda og bara fókusa á hann, bara fylla hugan af Jesú. Bara fylla hugan af honum. Búa til mynd af Jesú í huganum og segja: Jesús, ég fylli huga minn af þér. Ég fylli hjarta mitt af þér. Jesús, þú stækkar innan með mér og ég minnka.